Verið hjartalega velkomin á þennan fund. Ég heiti Sara Pálsdóttir og með mér er Einar Gautur og yfirskrift fundarins í kvöld er Að heyra orð drottins. og í lok fundar ætlum við að vera með hugleiðslubæn eins og alltaf. Það sem við ætlum að biðja Guð að hjálpa okkur að heyra og hlusta og síðan eftir hugleiðslubænina þá ætlum við að vera með fyrirbænir og það eru þó nokkuð marga fyrirbænir sem hafa komið hérna inn í kvöld en síðan erum við alltaf líka með almenna svona lækningabæn og við ætlum að biðja fyrir lækningu fyrir öllum þeim sem eru að hlusta á fundin í kvöld. Þannig að það mátti bara byrja. Já. Við skulum leggja fundin í Guðs hendur. Drottinn Guð, ég bið að blessa þennan fund. Ég bið að opna hjört okkar og eyra okkar svo við heyrum allt sem þú vilt segja við okkur. Í Jesú nafni, amen. Amen. Ég man eftir því þegar að ég var yngri, þá var ég svo mikið að hugsa, ég vildi að Guð myndi tala við mig. Ég vildi að Guð myndi tala til mín. Ég vildi að ég heyrði í Guði. En Biblían og mín persónlega reynsla líka er alveg klár á einu. Guð talar. Og Biblían talar aldrei það vandamál að Guð tali ekki til okkar. Biblían talar eingöngu þetta vandamál að við heyrum ekki alltaf það sem hann er að segja. Og ég ætla að fara svolítið ofan í ástæður þess. Og hvað þurfa að gera til að ryðja þeim hindrunum úr vegi. Og Jesús grét einu sinni yfir Jerúsalem og sagði hversu oft hef ég ekki viljað safna ykkur saman eins og hæna safnar ungum sínum undir vængjónum. Það er endar vers þegar það alltaf truflaði mig að fara að sjá Jesús sem hænu. Það er svona alveg. En hann tekur þessa líkingu. Og hann tók líkinguna það þegar að Guð hafði sendt spámenn, hann hefði sendt orð sitt til Ísraelsmanna, en af því að þeir hafði ekki tekið við því, að þeir hafði ekki hýrta, ekki hlusta, þeir voru ekki svona standi til þess að heyra það sem Guð vildi við að tala, þá beið eyðing borgarinnar. Og Jesú vissi að það var að gerast í að það var svona cirka 30-40 árum eftir dauða Jesú upprisu, sem að þeir atburðir átt sér stað. Rómverskur her lagði borgin í rúst og flutti alla íbúana brott og þeir dreifðust bara víða veröld. Margir voru seldir í þrældóm og það var út af því var verðfall á þrælamörkum í Rómaveldi. Allt af því, ekki að því að Guð talaði ekki að því að Guð vildi ekki koma í veg fyrir þetta, hann vildi það, að þeir heyrði ekki það sem hann var að segja. Og það er mjög merkilegt sem Jesús segir þegar hann er í eyðimörkinni. Jesús tók skírnjánu í Jórdan, heila á randi kom yfir hann í líki dúfu og hann fann fyrir krafti andans og andi leiddi hann út í eyðimörkinni í 40 daga og hann fastaði allan þennan tíma, ekki til myndi ég leggi að fasta í 40 daga en Jesús gerði það. Og þá segir djöfullinn við hann, ef þú ert Guðs sonur, skipaði steinum þessum að verða brauði. Og Jesús segir við hann, ekki lifir maðurinn að brauði einu saman, heldur á sérhverju orði sem framgengur af Guðs minni. Og það sem að Jesús er að segja, við þurfum líkamlega fæðu, en við þurfum líka orð Guðs til að lifa. Og ef við höfum ekki orð Guðs, þá getur svo margt farið úrskeiðis. Og þegar að Jesús var að gráta yfir því sem myndi koma upp fyrir borgina, þá fólst í orðin Jesú, þetta þarf ekki gerast. Þetta snýst að heyra sem Guð vil segja og taka við því. Og hann talaði það að Guð sendi spámenn eftir spámenn og þeim var hafnað, þeir voru sumir drepnir. Og svo voru þeir heiðræðir þegar þeir voru löngu dauðir, sko. En ef að þetta er þannig að við þurfum orð Guðs til að lifa eðlilegu lífi, alveg svo við þurfum mat, þá skiptir máli að taka við orðum. Það er til sjúkdómar þar sem fólk borðar en líkaminn vinnur ekki matnum.
Og það er bara jafngildi því að hungri, jafnvel þó menn hafi nógan mat. Og þó við höfum glásorðið Guðs, þá hjálpar það ekki ef við náum ekki meðtaka það. Og Jesús í fyrsta Jónas Guðspjall segir, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allt var til fyrir hann. Þarna er orðið persóna, Jesús Kristur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom framsendur af Guði, hét Jóhannes og fór að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsi hvern mann kom nú í heiminn, hann var í heiminum, heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Þannig verður að tala Jesú. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigi fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa nafn hans. Amen. Þannig að það snerist líf og dauða, hvort menn tækju við orði Guðs. Þegar það birtist þarna í persónu. Og hann heldur áfram og segir að þetta var nú Jóhannes sem var einn af lærisveinum Jesú, og orðið var hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og við sjáum dýrið hans, dýr sem sonurinn eini hefur hjá föðurnum. Í fyrsta Jóhannesar bréfi, Jóhannes skrifa mikið í þessa veruna, þá segir hann, og þetta er boðskapur sem við höfum heyrt frá honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Og ég kem að því á eftir, það er oft myrkrið í okkur sem hindrar okkur. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. En ef við göngum í ljósinu, svo hann er sjálfur í ljósinu, höfum við samfélag hvert annað og blóð Jesús sonar hans hreinsar okkur allri synd. Og svo kemur hérna dálítið merkileg vers. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við okkur sjálf. Og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur sem fyrirgef okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndga, þá gerum við hann að legara og orð hans er ekki í okkur. Með öðrum orðum, að tilhneiging mannsins til að fegra sjálfan sig og horfast ekki í augu við gallan í okkar lífi er alvarlegra vandamál heldur en gallanir í lífi okkar. Því að Biblían segir að þegar við leyfum ljósi Guðs að skína á okkur, komum fram fyrir Guðins verum, félum ekkert, þá hreinsar hann okkur af allri synd. Þannig að þegar hann horfir á okkur, þá sér hann eitthvað sem er hreint, jafnvel þó að við séum gallagripir. Amen. Og Biblían er full af þessu, hættiði sjálfsblekkingum. Hættiði að trúa því sem er ekki satt, bara þið viljið trúa því. Hættiði að sjá ekki það sem er rétt og satt, af þið viljið ekki sjá það. Og þegar Jesús var að predika, og Jóhannes að Guðspjall fjallar dálítið mikið þegar Jesús var að predika á þeim nótum, þá sagði hann, vandamálið er að þegar þið heyrið sannleikann, það komið gegnum eyrun, það er einhver önnur element í okkur, í hjartan og annar staðar, sem að ákveða hvað við heyrum út frá því sem við viljum heyra, en ekki út frá því sem raunverulega sagt við okkur. Og Jesús segir, þetta er aðal hindrunin í að lifa uppfylltu lífi. Hann segir, það er allt í lagi, ekkert allt í lagi, en hann segir, það er sök sér ef við höfum okkar galla, ef við höfum okkar breyskleika, höfum okkar syndir. En ef Guð á að lækna okkur, ef Guð á að leysa okkur, þá verðum við það verður að viðurkenna fyrir sjálfum okkur og fyrir Guði. Og ef við gerum það ekki, þá heyrum við ekki það sem Guð er að segja.
Hann talar til allra manna. Hann talar í sköpuninni, hann talar í orðinu og hann talar beint til okkar fyrir anda sinn. En til að heyra það verður að segja Guð, ég vil heyra það sem þú ert að segja, hvort sem er þægilegt eða óþægilegt. Og þegar við tökum þá ákvörðun og orð Guðs fær að tala til okkar, þá hættir að vera óþægilegt. Það er mjög sláandi saga sem Jesús sagði þetta, sem segir viðhorf hans og hvað Jesús er svona ákveðin í því að við heyrum bara það sem við viljum heyra, við sjáum bara það sem við viljum sjá. Þannig að við viljum sjá sannleikan, sama hvort það er þægilegt og óþægilegt, sama hvað það kostar, þá munum við sjá hann. En ef við viljum bara heyra það sem hentar okkur að heyra, þá getur við verið í blindu. Hún er mjög mögnuð. Lærisveinar Jesú, þeir voru á leið til Jerúsalem, síðustu ferðina þangað, þegar Jesús byrjar að segja þeim að hann eftir að verða, og þeir trúa því að nú sé Jesús að verða konungur og þeir verði algjört númer í Ísrael. Hann gengnir konungnum, nú Messías að koma, losar það við Rómverja og þeir verða flotti kallar. En Jesús verður að segja við þá, þetta er fyrst, það sem mun gerast er að ég mun verða handtekinn, ég mun deyja og svo mun ég rísa upp. Það er alveg saman þó að segja þetta berum orðum, það fór ekki í gegn, það fór ekki inn. Þeir bara heyrðu það ekki þá að segja það, þau eru bara sárir. Pétur tók hann eindal og sérst hann brjálaður. Þetta verður aldrei. Og þeir lokuðu sér svo mikið fyrir því sem þeir vildi ekki heyra að þegar Jesús reis upp frá dauðum, þá trúðu þeir ekki. Þeir sögðu ekki einu sinni, já, heyrðu, hann sagði þetta og nú hefur þetta gerst, við skulum bara vera glaðir og hlakka til að sjá hann. Nei, þeir bara neituðu að trúa. Þeir voru líka mikla karlrembur, því að það voru konur sem sögðu þeim frá þessu. Það er eitt vandamál hjá okkur karlmönnunum, að ef að konurnar er að segja okkur eitthvað, þá hlustum við oft ekki nógu vel og förum flatt að þau stundum. Ekki ég samt. En í sögunni ríkamannin og Lasarus sjáum við hvað það gengur langt að áliti Jesú. Hann segir að ríkur maður sem klæddist purpur og dýru líni liði hvern dag í dýrlegum fagnaði, svo var einhver fátækur maður sem lá fyrir dyrum hans og vildi fá að segja svo einhverju og bara svona afgöngu frá ríkamannum, en svo gerist það að þeir deyja báðir. Og englarnir tóku sál þessa manns og fóru með hann í famn Abrahams. En ríkimærin dó líka og var grafinn, og í helju, þar sem var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Og hann kallaði: Faðir Abraham, miskunn þú mér og send Lasarus til að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu minna því kvelst í þessum loga. Abraham sagði: minnstu þess barn að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir, og Lasarus böl á sama hátt. Nú er hann huggaður en þú kvelst. Auk þess er mikið djúp staðfest, þannig að það er ekki milli okkar, þannig að það er ekki hægt að gera þetta. En þá segir ríkimaðurinn: þá bið ég þess, faðir, að þú sendir hann líka í hús föður míns. En ég á 5 bræður til þess að vara þá við, svo þeir kom ekki að þennan hvalastað. En Abraham segir: en ef einhver kemur til þeirra, en Abraham segir: þeir hafa Móse og spámennina, hlýði þeir þeim. Hann sagði: nei, faðir Abraham, ef einhver kemur til þeirra frá hinum dauðu, myndu þeir taka sinnaskiptum. Þannig að ríkimaðurinn segir: ef einhver dauðmaður rís upp og segir þeim frá þessu, þá bara munu þeir snúa sig, þeir myndu ekki taka sensinn á þessu.
En svarið sem að Abraham gefur í þessari dæmisögu er svona: En Abraham sagði við hann: Ef þeir hlýði ekki Móse og spámönnunum, láta þeir heldur ekki sannfærist þótt einhver rísi upp frá dauðum. Og Jesús er að segja, það er hvernig hjarta okkar er innréttað og hvernig við ákveðum að meðhöndla sannleikann sem mun ráða því hvort við heyrum það sem Guð er að segja. Hann segir, ef þeir eru með rétt innstillt hjarta, þá duga þeir Móse og spámennirnir. Ef þeir eru ekki með hjarta sem rétt innstillt á að heyra það sem þeir þurfa að heyra, það breytir engu þótt dauður rís upp, þeir verða alveg eins. Einhvern tíma sá ég kvikmynd, þetta er ekki Steve Martin, þetta gamanleikarinn, allavega það var einhver svona fræguleikari í bíómynd og baður svona tákn ef hann væri að gera á rangri leið. Og þá kvikmyndin snerust myndir á veggjum og allt hristist og skalf og ég veit ekki hvað gerðist ekki. Og svo sagði hann, já, ef ég er rangri leið, gefðu mig þá eitthvað tákn. Og þetta er það sem Jesús segir að geti orð okkur fjötur fót ef við heyrum ekki allt sem við þurfum að heyra því við viljum ekki heyra. En leið og við segjum, ég vil það. Þá förum við að heyra það sem Guð vil segja okkur. Finna það innra með okkur, við sjáum því orðinu, sjáum því sköpunni og jafnvel gegnum annað fólk sem veit ekki einu sinni að Guð er að nota það. Og Jesús þurfti að glíma við 2 menn sem voru lærisveinar hans og voru á leið frá Jerúsalem til Emmaus daginn sem að reisu frá dauðum og slóst í för með þeim, lét þá ekki þekkja sig og Jesús byrjaði bara að útlusta fyrir þeim þessum spámennirnir sögðu hann og lét þá ekki þekkja sig. Og það er ekki fyrir en að Guðs orð var að fara að vinna í þeim, að leyfa þeim að fatta hver að væri. Af því að Biblían segir, vandamálið er að við þurfum að velja hvað við viljum heyra og hvað við viljum sjá. Við viljum velja hvað við viljum heyra þó það sé óþægilegt. Það er til bæn sem er svona, Guð, umskerðu eyru mín, umskerðu hjarta mitt, svo ég heyri orð þitt. Og það er mjög merkileg vers í glimti nú að skrifa bókinni, ég held að það er í Jeremía, 19. kafli ef maður rétt. Jeremía, hann var að spá til Ísraelsþjóðarinnar á örlagatímum. Babýloníumenn voru að herja á landið og það var mikil hætta á að þeir myndu sigra þá og það yrði alveg ömurleg staða sem þá kemur upp. Og Jeremía sagði, ef Babýloníumenn koma og sigra okkur, þá munu fara með okkur burt úr landinu. En hann sagði, það er annar valkostur til að koma í veg fyrir þetta gerist. Og það er ef við byrjum að halda lögmálið og fylgja orðum drottins, þá verður þessu afstýrt. Það segir, þetta mun gerast, en það er hægt að afstýra því. Tökum sem dæmi, segjum að ég sé í bíl og það er og ég keyri hérna á 100 km hraða eftir vegi en hann endar þannig að ég fer bara fram að klettum. Svo segir einhver sem er hliðina mér, við förum fram að klettunum. Ef ég heyri það sem er að segja og hlusta og tek það alvarlega, þá stíg ég á bremsurnar og kem í veg fyrir það. Og þegar Guð varar okkur við, þá varar okkur við til að koma í veg fyrir að það gerist. Það er heil bók um þetta sem heitir Jónas og í Hvalnum, sennilega dæmisaga, en heil bók um þetta í Biblíunni. Amen. Hvernig Guð varar við til að hlutinni gerist ekki. Og þarna var Jeremía að vara við til þess að þetta þyrfti ekki gerast. Og þá segir hann, Jeremía, alveg hann er svona,
þú veist, bara hann þráir að menn hlusti. Hann þráir að menn breyti hjarta sínu. Og hann segir, land, 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 heyr orð drottins. Heyr orð drottins. Og Jesús sagði þetta sama. Hefði þeir hlustað, það myndi þessi ógæfa ekki henda. Sem síðan gerðist 30-40 ára seinna. Ég heyrði einn mann, kona sem sagði mér frá afa sínum og sagði mér svona frá göllunum sem einhverju göllum sem afinn hafði. Og svo fóruðu, og hún sagði, svo fórum við í leikhús með honum. Og þar var maður í leikritinu sem var eiginlega alveg nákvæmlega eins og hann. Hafði alveg sömu galla og takta. Og afi minn satt og hlóaði þessum villsingi. Af því að hann það var ekki séns að hann segi en ekki af sér. Einu sinni fór Guð snjalla leiða Davíð konungi. Davíð var konungur, var maður eftir Guðs hjarta sér í Biblíunni. En svo gaf hann sig á vald lostanum, komst í klandur og var að koma sér út úr klandrinu sem endaði því að hann stóð að því að maður var drepinn. Þetta var bara náttúrulega, þú veist, stórglæpur. Og Davíð var í sálarkvölum en reyndi að herða sig og að halda fronti og herða sig fyrir sjálfum sér. Og hann lýsir í seinna þegar á þessu tíma þá bara logaði ég allur að innra með mér. Og þá þýddi ekkert fyrir neitt að segja við konunginn, sko, heyrðu, þú ert bara morðingi og það er að vera og þú ert bara í vondum málum. Hann hefði bara drepið þann mann kannski líka. Svo Guð sendi spámann til hans. Og spámaðurinn segir honum sögu mann sem átti sauði og svona. En í raun og veru var sagan það sem Davíð hefði gert. Ég ætla ekki að fara út í þann texta núna en hef ekki tíma til þess. En Davíð var brjálaður og sagði, þessi maður sem hegðaði þessu svona, hann er bara, sko, hann skal deyja og ég bara skal sjá til þess. Og spámaðurinn horfði á Davíð og segir, þú ert maðurinn. Og þá rann sannleikurinn upp fyrir Davíð. Og hann ákvað í staðinn fyrir að halda áfram á þessari forherðingabraut, þá sagði hann, ég hef syndgað. Og þá sagði spámaðurinn, Guð hefur fyrirgefið þér. Og það er það sem stendur í 1. Jónasarbréfi. Ef við játum syndir okkar, þá er Guð trúr og réttlátur og fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur öllu ranglæti. Þannig að það að lifa í sannleikunum, það að vilja heyra hluti hvort sem eru þægilegir og óþægilegir, getur skipt mál upp á líf og dauða fyrir okkur. Ég hef, og við höfum öll kynnst í, að einhver hvernig samferðan fólk okkar stundum gegnum lífið, vinir, kunningjar, vinnufélagar, makar, hverju sem er, snúa öll á hvolf. Það er að segja að það sem er óþægilegt fyrir það að sjá og heyra, það er bara til einhverja aðrar útskýringar. Einhver maður sem er verkstjóri á vinnustað lendir í því að fólk er alltaf að hætta og það er kannski hætta út á honum hvernig hann hegðaði sér og hann finnur út að það sé að því að allt þetta fólk sé bara undómulegt veggagnaði. Við eigum svo auðvelt með að snúa hlutunum á hvolf og Biblían segir varar við því að hugsa þannig. Þannig að vandamálið er ekki að orð Guðs hljómi ekki, Guð talar stöðugt.
Vandamálið er móttökutækið. Það er hérna, að meðan ég sit hérna, þá fara útvarpsbylgjur hérna það fara hérna alls konar bylgjur sem tengjast í internetinu. Ef ég hefði réttu móttökutæki þá geti ég numið þetta allt og skoða það eða heyrt það. Og það er móttökutækið sem við þurfum sem er vandamálið, ekki sá sem er að senda orð sitt. Guð talar. Amen. Og eitt af því sem Guð opinberar, hann opinberar okkur í sköpuninni. Og í Sálmi 19 segir, himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörði verk handans. Og hann segir bara hver dagur kennir öðrum og hver nótt boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki er í straustera, samt berst boðskapur þeirra alla jörð og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reist hann röðlunum tjald. Sköpunin talar. En hvað gera menn? Þeir við hugsum okkur alheiminn, ljósið er 1 sekúndu að fara veguleg 8 ferðir í kringu jörðina. 1 ljósár er ferðalag ljóssins í 1 ár. Alheimurinn er milljarðar ljósára, eða hvað það nú er. Þar eru rosalegar vetrarbrautir og stjörnuþokur og hvað þetta allt heitir. Og í einni vetrarbrautinni er sólkerfi sem er svo lítið að það er að hlutfall sólkerfisins okkar og vetrarbrautarinnar er svona eins og 1 sandkorn sem hlutfall á jörðinni sjálfri. Og í þessu sólkerfi er pláneta númer 3 frá sóli sem heitir jörð. Og þeirri plánetu er land sem heitir Ísland. Við því landi er borg sem heitir Reykjavík. Og það er einhver maður eða kona sem býr í einhverju húsi. Stendur þar og horfir upp í geiminn og segir, engin Guð. Til þess að vita þetta. Og Biblían segir, Sálmur 14, heimskingin segir í hjarta sínu, engin Guð. Að trúa því að einhver geti bara, að þú geti staðhæft slíkt. En ef við erum rétt innstillt og leyfum anda Guðs að stilla hjört okkar, því að við eigum erfitt með það sjálf. Ég þarf alla daga, þá er ég að glíma við það að ég heyri það sem ég vil heyra og ef eitthvað er svona, og fegra það sem ég vil fegra, sé hlutina aðeins pínulítið öðruvísi, þannig að þessi þægilega fyrir mig. En Jesús segir, andi sannleikans, andi Guðs er hér á jörðu til þess að leiða okkur í allan sannleika. Og við byggjum, segjum, andi Guðs kontu og hjálpaðu mér að meðtaka það sem er satt. Hjálpaðu mér að sjá það sem ég þarf að sjá, heyra það sem ég þarf að heyra. Amen. Og æðsta boðorðið í Biblíunni, Jesús spurði hvert það væri, og það byrjar svona, heyr. Já. Heyrðu. Og þetta orð semma sem er notað í hebreskunni því er að heyra og taka við og vilja ganga út á það. Þannig að þegar við erum að glíma þessa spurningu, hvernig get ég heyrt frá Guði, þá byrjum við að segja, Guð, ég ætla að biðja umskerðu eyru mín, ég ætla að biðja eiga við eyru mín, eigðu við hjarta mitt og hjálpaðu mér að vilja heyra. Hjálpaðu mér að vilja sjá. Hjálpaðu mér að vera rétt innstiltur og það segir sem sagt í 1. Jóhannesbrefi að ég held að ég skrifa það versina hjá mér en við. Það var þarna.
Fyrsta Jóhannes, Já, fyrsti kafli. og já, það ætlaði að fara Hér líka. Þetta. Nei, Nei, þetta er ég er búin að þetta. Ég ætla að fara hérna á neti, ég held því sem ég þar. Allavega þar segir að myrkrið, ljósið skín í myrkrinu, en myrkrið hefur ekki tekið á móti því. Og svo segir, þetta er boðskapurinn, við höfum ljósið, en við viljum ekki koma til ljósins til að verk okkar verði augljós. Það er svo margt sem að fela. Við höfum þessa sögu í fyrstu köflum Biblíunnar. Þegar Adam og Eva höfðu syndgað og þá upplöfðu sér nakin. Ég veit ekki hvað margir sem að hlusta núna að upplifa þegar hafa gert eitthvað sem þeir skamma sín fyrir, að þá kemur stundum fyrir að við löppum kannski inn Laugaveginn eða eitthvað staðar úti og finnst allir vera að horfa á okkur. Þetta er fólk sem veit ekkert hver við erum. Að það er eitthvað skömm. Og í þessu ástandi voru Adam og Eva eftir að þau voru búin að klúðra öllu og þá kallar Guð, hvar ertu? Og þau reyndu að hylja nekt sína með einhverjum fíkjublöðum, sko, sem nú ekki, var ekki mjög gagnlegt, sko, og upplýði sig áfram nakin. Og Guð segir, hvar ertu? Og svo, þá urðu þau að gefa sig fram. Það er þessi tilhneiging okkar að koma ekki með verk okkar og líf okkar í ljósið, að það er óþægilegt. En þetta er leiðin til lífs. Og Biblían er alveg skýr á því að við viljum lifa lífinu lifandi, þá segjum við Guð, ég kem til eins og ég er. Ég er ekkert að reyna að fegra mig. Ég er ekkert að reyna að vera betri en ég er. Ég kem bara eins og ég er. Jesús sagði sögu farísean og tollefndarmanninn. Farísean var að korta sig við Guð allir sem var búin að gera gott. Og það var ýmislegt sem hann hafði gert gott. Tollefndarmaðurinn sem hafði svindlað, svikið og prettað, hann leit ekki einu sinni upp, en horfðist í augu við hvað hann var búinn að gera. Hann sagði, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Jesús sagði, tollefndarmaðurinn fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Og Guð elskar okkur, hann vill bara við komum. Ef við eigum börn og við missum þau út í eitthvað hræðilegt, kannski þeir eru stálpuð í áfengi, eiturlyf, afbrot og þau kom ekki heim, vitum ekki hvar þau eru, þá erum við ekki upptekin að því slæma sem þau hafa gert, viljum bara fá þau tilbaka, viljum bara fá þau heim. Og það eina sem Guð vill er að fá okkur heim. Amen. Hann vill taka frá okkur skömmina með því að við bara látum vita, komum eins og erum og þá er skömmin afgreidd. Ég man eftir einni konu sem fekk mig til baði mig að verja sig að hún var ákærð fyrir fjárdrátt. Hún endaði að fara í fangelsi. Hún hefði ekki að sloppið við það ef skömmin hefði ekki verið svona mikil, því þá hefði hún viðurkennt þetta fyrir fjölskyldu sinni, hún hefði hjálpað henni að greiða fjárdráttinn og þá hefði ekki verið kært og hefði ekki verið ákært. En skömmin stoppaði hana. Og svo þegar að búið var að dæma og hún fór í fangelsi og vissi allir hvað hefði gerst, hvort sem var. Og það er ein leið, orð Guðs, það segir veröldin var sköpuð fyrir orð Guðs. Orð Guðs er okkur nauðsynlegt, jafnmikið og líkamleg fæða. Og það er ein leið til að eignast þetta líf og orð Guðs segir það, við þurfum að taka við orðinu. Og það segir að þú játar að Jesús Kristus er drottinn. Og af hverju drottinn? Jú, vegna þess að við erum að gefa honum. Við erum að gefa honum okkar líf. Við erum að segja, þú mátt koma inn, ég afhendi líf mitt. Þegar við afhendum honum líf mitt og beygjum okkur undir hann,
þá gefur hann okkur líf sitt. Við gefum honum líf okkar, þá gefur hann okkur líf sitt. Amen. Og það eilíft. Amen. Og þegar ég segi Jesús, þú ert minn drottinn, þú ert minn Guð, og játum að við bara trúum á hann og gefumst honum, gefum upp líf okkar til hans, taka við hans líf í staðinn, þá segir Biblían að þá verðum við hólpin, þá finnstu eilíft líf, aðganga himnunum og munum lifa þótt í deyjum. Amen. Og á þessu ætla ég enda. Já, amen. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Við ætlum að fara í hugleiðslubæn þar sem við ætlum að stíga þessi skref sem Einar var að nefna, biðja Guð að umskera hjarta okkar, biðja Guð að hjálpa okkur að heyra þegar hann talar til okkar og Guð stöðugt að tala til okkar. Ekki bara gegnum orðið sitt sem svona augljósasta leiðin það hvernig Guð talar til okkar, heldur líka í gegnum kringumstæður okkar, í draumum, í sýnum, jafnvel í gegnum veikindi eða neikvæð einkenni eða vandamál eða erfiðleika Guð að tala til okkar. Og áður en fyrir mig hugleiðslubæn langar maður að segja örstutta söga sjálfur mér, bara mjög nýlegt dæmi það hvað ég glímdi við og sem að leystist síðan eftir ég fór að hlusta á Guð. Og í svona 2 ár, ég ekki að grínast með þetta, þá ég búin að vera að glíma við svona krónískan augþurrk. Og þetta var að trufla mig mismikið, en þetta var svona fór vaxandi og þetta var að aukast og ég var að nota gervitár og setja gervitár og alltaf að skoða einhvern veginn í augunum og af hverju var ég að glíma hennar augþurrk og þetta var oft mjög slæmt á kvöldin sérstaklega þegar ég sat upp í sófa og svo eftir ég fór að vinna miklu meira heima þá fór þetta að ágerast og ég var að biðja fyrir þessu og lýsa yfir þetta væri læknað og bara umbreyta hugsunum mínum og nota krafthugsanir að mér liði vel í augunum og það væri mikill raki í augunum og allt þetta virkaði mjög takmarkað eða bara tímabundið. Og síðan fóru að læðast að mér svona hugsanir að það væri eitthvað að ég væri bara með eitthvað augnsjúkdóm eða það væri eitthvað að í augunum og að ég þurfti kannski að fara að láta kíkja á þetta en samt svona innst inni þá fann ég andanum að það væri ekki máli að ég ætti ekki að vera að fara til augnlæknis og láta skoða þetta. En svo á einum tímapunkti að þá ég eitthvað að lesa í orðinu og ég fæ svona opinberun það að það getur ekki verið að það sé eitthvað að augunum mínum að því að í Jesú Kristi á ég lækninguna. Þegar Jesús stóð á krossi þá tók hann á sig alla sjúkdóma og hann læknaði þá. Þannig að það getur ekki, og ég hugsa að það getur ekki verið að segja eitthvað að í augunum mínum, þau eru heilbrigð, ég veit það, ég bara veit það. Að því að Jesús Kristur dó á krossi fyrir mig og hann læknaði alla sjúkdóma og þá fór ég að setja eftir þessa opinberun og þessa fullvissu sem ég fekk í hjarta, þá vissi ég að það var ekki neitt heldur Guð var að tala til mín og ég var ekki búin að vera að hlusta og Guð var búin að vera að tala og að því ég hafði ekki verið að hlusta þá fór hann að nota þessa aðferð að því þetta eitthvað sem truflandi og íþyngjandi og svona stöðugt áreiti fyrir mig. Þannig að ég fór í hugleiðslu og ég fór í bæn, ég fór að biðja fyrir þessu og ég kom til hans og ég iðraðist þess að hafa ekki heyrt og iðraðist þess að hafa ekki hlusta og þá opinberaði fyrir mér hvað vandamáli var. Það var vantrú í hjartanu mínu. Guð segir alltaf þegar ég að tala við hann og ég að spyrja hver rótin af þessu, hann sagði líkt í hjartað, af því að lífið kemur úr hjartanu. Og ég fór að skoða þetta og vantrúin var að ég trúði því ekki að Jesús Kristur væri hið lifandi vatn. Og þetta svo mikið grundvallar atriði að trúa því að Jesús Kristur lifandi vatn og það að tákna upp á heilagan anda. Og það saga sem fjallar þetta í Biblíunni þar sem Jesús hittir samvesku konuna við brunnin. Það sem hann segir en hann sé þetta lifandi vatn, hann sagði sá sem að drekkur af mér mun aldrei þyrsta framar. Og þegar Guð opinberaði þetta fyrir mér að þá fór ég að sjá tilbaka alls konar einkenni í umhverfinu mínu líka. Það sem að Guð hafi verið að tala þetta til mín og ég hafi ekki áttað mig á því og ég hafi ekki hlustað. Og þegar ég fór í bæn og iðraðist þessa og valda að trúa því að Jesús væri mitt lifandi vatn þá læknaðist augþurrkurinn og ég ekki búin að vera með neinn augþurrk síðan. Spáðu í þessu. Það 2 vikur síðan þetta gerðist. Ég bara alveg læknuð, þetta var búið að vera að plaga mig í 2 ár og alveg sérstaklega mikið í marga mánuði fyrir þann tíma. Þannig að við verðum að trúa því í hjartanu, við erum læknuð, við erum heilbrigð. Guð getur verið að tala til okkar í gegnum veikindi og erfiðleika.
og þegar við knýjum á hann og við segjum ég ætla að hlusta og þegar eins og Einar var að segja á hann, við komum fram og segjum ég hef ekki verið að heyra í þér, ég hef ekki verið að hlusta og ég iðrast, þá opnast fyrir kraftans til þess að koma inn og lækna og leysa. Amen. Þannig að við ætlum að fara þá núna í hugleiðslu bæn og gefa okkur bara þann tíma sem við höfum til klukkan 10. Ég ætla aðeins að minnka birtuna hérna svo við náum að slaka betur á og það er bara mjög gott að sitja eða liggja, bara það sem að þér finnst þægilegast og inn í þessari hugleiðslubæn er líka frelsisbæn, þannig að fyrir þá sem eru að horfa og hafa ekki endurfæðst, tekið á móti Jesú Kristi, að þá mun að gerast í þessari bæn hér í kvöld og þá getur verið öruggur það að þú komist inn í himnaríki þegar þinni jarðvist hérna lýkur. Síðan eftir hugleiðslubænina þá ætlum við að biðja fyrir þeim fyrirbænum sem koma inn, eftir það þá ætlum ég að biðja fyrir öllum og það er alltaf lækningabæn í því og bæn sem að gefur okkur trú, sem að hjálpar okkur að taka á móti því sem Guð vill gefa okkur. Amen. Amen. Þá ætlum ég bara að leggja þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Jesús, og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú ert hérna í kvöld hjá okkur, með okkur og við gefum þér algjörlega frjálst rými, heilagur andi, til þess að starfa, til þess að lækna, til þess að leysa, til þess að fylla hjarta okkar af þínum krafti. Og ég þakka þér fyrir að þú leiðir þessa hugleiðslu bæn. Og ég ætla að bjóða þér bara að draga djúpt inn andann núna. Og þegar þú blæst frá, bara leyfir þér að loka augunum og leyfir þér að svífa inn í þægilega, himneska slökun, afslöppun og ró. Og í Jesú nafni þá bara leggjumst við í þína hvíld, Drottinn. Við ætlum að hvíla í þér núna. Og við ætlum að byrja á frelsisbæninu sem er hermibæn. Og þá er gott að segja hana upphátt. En síðan restin af bæninu er nóg að bara hugsa eða segja innra með sér í hjarta sínu. Kæri Jesús. Kæri Jesús. Ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn. Takk fyrir að endurfæða anda minn. Ég kem fram fyrir þig, Jesús. Kem fram fyrir þig, Jesús. Og iðrast. Fyrir öll þau skipti. Sem ég heyrði ekki í þér eða hlustaði ekki á þig. Sem ég heyrði ekki í þig eða hlustaði ekki á þig. Fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Takk fyrir að ég er þitt barn. Ég er þitt barn. Að ég lifi þínu ljósi. Að ég lifi þínu ljósi. Í þínum kærleika. Í þínum kærleika. Og í þínum friði. Og í þínum friði. Alla eilífð. Alla eilífð. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Heilagur andi, þú ert velkominn og við þökkum þér fyrir að þú ert að starfa hér í kvöld. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú gefur okkur trú. Trú í hjarta okkar. Að þú gefur okkur fullvissu. Að þú gefur okkur sannfæringu heilbrigði. Frelsi, lækninguna sem við eigum í þér, Jesús. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú smyrð hjarta okkar núna. Til að meðtaka allt það sem þú vilt gefa okkur núna og framvegis. Takk, Drottinn, fyrir að umskera eyru mín og umskera hjarta mitt, svo ég heyri, svo ég hlusti þegar þú ert að tala.
Takk fyrir að gefa mér algjöra fullvissu, fullkomna sannfæringu að þú talar til mín og við mig og að ég heyri og ég hlusti. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú setur inn í hjarta mitt, inn í anda minn, gjöf sem að hjálpa mér að greina á milli þess sem að kemur frá þér annars vegar og hins vegar frá mér eða öðrum. Og ég bið Jesús að þú opnir þann hluta hjarta míns sem hingað til hefur ekki viljað heyra ákveðna hluti. Og ég vel núna að heyra líka það sem ég vil ekki heyra ef það kemur frá þér, Jesús. Því að þú, Jesús, þegar þú dóst á krossi, þá vannstu sigur yfir öllu myrkri. Þú læknaðir alla sjúkdóma og fyrir þínar benjar erum við heil núna. Og ef ég er búin að vera að glíma við einhver neikvæð einkenni, þá kem ég bara að krossinum þínum núna með þau. Og ég bara iðrast, Jesús, fyrir að hafa ekki heyrt eða hlustað eða tekið eftir. Fyrir að hafa ekki gefið gaum að því sem þú hefur reynt að tala til mín. Og ég bara afhendi þessi einkenni til þín núna. Ég afhendi kvíðan til þín. Ég afhendi streituna til þín. Afhendi allt það sem að hefur verið að segja mér ég sé veik eða veikur. Og ég bara tek við því verki sem þú vannst á krossinum inn í hjarta mitt. Í trú. Í Jesú nafni. Og þakka þér fyrir að þú sendir mér orð þitt sem læknar og nærir mig. Gefðu mér augu sem að sjá. Gefðu mér fókus sem að beinist alltaf á þig, Jesús. Og Jesús segir, hættu að fókusa á sársaukann, veikindin, myrkrið, kvíðan og fókusaðu á mig. Og þú bara
fyllir hugaði núna að ljósi Guðs. Guð er ljósið. Ég ætla að biðja ímynda þér að þú bara sjáu fyrir þér þetta skæra, bjarta, stórkostlega skínandi ljós sem er Drottinn. Og þú getur séð Jesús. Hvað hann er bjartur, skínandi ljós allstaðar í kringum hann. Hvað hann er fallegur og hvað er mikill kærleikur. Nú ætlum við að taka smá stund þar sem við ætlum bara að fylla hugan af Jesú og hlusta og segja: Drottinn, talaðu til mín þar sem ég hef ekki verið að heyra. Og þú ætla bara að horfa á hann með lokuð augun í hjartaniðinu. Og ef að hugurinn reynir að hvarfla eitthvert annað, bara blíðlega sækjandi baka og bara sjá fyrir þér Jesús. Segð bara: Jesús, ég fókusa á þig. Ég ætla að hugfesta þig og hlusta. Ég upplifi í andanum að Guð vill að ég biðji fyrir lækningunni núna, þannig ég ætla að taka þessa almennu lækningabæn á meðan við erum öll bara svona með lokuð augun og í þessari þægilegu slökun. Heilagur andi, ég þakka þér fyrir að kraftur þinn flæðir núna inn í hjörtu, inn í líkama, inn í sálir, inn í huga og læknar. Ég þakka þér fyrir að þú ert að leysa í Jesú nafni. Ég þakka þér fyrir að þú ert að brjóta bönd og hlekki, þú ert að reka í burtu kvíða og ótta og skömm í Jesú nafni. Þú hefur umskorið eyru okkar og hjart okkar og við heyrum. Og þú hefur dregið okkur nær þér og lækningakrafturinn flæðir í gegnum líkamana hérna hjá öllum þeim sem er að hlusta og skólar út öllu því sem er ekki frá þér. Og í staðinn kemur orð þitt og ljós þitt og heilbrigði þitt
þetta guðlega heilbrigði sem við eigum í þér. Og við beygjum okkur undir þitt vald og þinn vilja, Jesús. Og við segjum, heilagur andi, þú ert velkomin. Heilagur andi, við þráum samfélag við þig. Við þráum að þekkja þig. Hver þú ert, hvernig þú ert og hvað þú gerir. Og ég þakka þér fyrir að þú vinnur kraftaverk, að þú hefur vald yfir öllu, að þú ert miklu, miklu sterkari heldur en nokkur sjúkdómur, nokkur kvíði eða nokkur myrkur. Og ég þakka þér fyrir að þú setur inn í hjarta okkar það sem við þurfum að heyra. Að við höfum þegar heyrt það núna í hjarta okkar og það er að verka innan með okkur. Að þú hefur bjargað okkur frá hættunni. Að við erum hólpin og örugg fyrir þig vegna þín heilagur andi. Af því að þú ert stórkostlegur, yfirnáttúrulegur, kraftaverka Guð og þér er ekkert megn. Og við fáum að geyma þig í hjarta okkar. Að þú umvefur sál okkar. Að þú fyllir hug okkar. Í Jesú nafni. Amen.